Nú stend ég milli Hákots og Smákots, en Smákot gallerí hennar Dóru í Þykkvabæ og við ætlum að taka hana tali, varandi leirlist og kartöflubúskap. Komið með í það. Við erum hér í galleríinu mínu sem ég rek, opnaði það 2001. Það var búið verið nokkur ár í byggingu, tók mér svona rólega. Hann ekki alveg tilbúið, það bráðabirgðar svona á gólfi og veggjum, en ég er svo ánægð með þetta, það verður bara svona. Og hvað hérna inni? Ég er mjög hrifin af öllu svona gömlu. Ég hef alltaf, bara frá því ég var krakki. Ég hef fengið ýmislegt frá vinum og kunningjum og sveitungum af svona gömlum húsgögnum og ég stilli sem sagt mínum verkum á þessi húsgögn. Hvenær fórstu í myndlistarskólann? 2007. Og hvað varstu gömul þá? Þá er ég 58. Hvernig komst svo hugmynd í kollina þér? Ég sá þetta í Morgunblaðinu. Það var viðtal við tilvonandi skólastjóra, þetta var nýtt nám og þegar ég sem sagt er 57 ára, afmælisdaginn minn, þá förum við hjónin til Reykjavíkur út að borða og ég skreppar upp í myndlistarskóla til að tékka á þessu og tala þar við sem sagt skólastjóra sem ætlaði sem sagt að sjá þetta 2 ára nám og þá var að hefjast, þetta var í febrúar, þá var nýhafið nám í keramík kjörsviði og ég er þarna á föstudegi, á mánudeginu þá er ég byrjuð í þessu keramík kjörsviði og var þar til vors, tek mér svo sem sagt ári að hugsa hvort ég ætli í þetta nám, þetta var svolítið pakki og yngsti sonur minn, hann var til í að taka mína stöðu hér heima í kartöflum með pappa sínum, þannig að ég leigði mér íbúð í Grafarholti og útskrifast 2010, 50, alsæl með þetta 2 ára nám á bakinu, plús þessa þannig að keramík kjörsvið. Og síðan er ég búin að sækja ýmis námskeið, Danmörkur og svo hef ég leigt mér aðstöðu í Kaupmannahöfn og verið þar í viku, 2 sinnum, þá er ég bara að rennibekk. Hvernig er svona ferlið varandi verkin þín? Kartöflur og keramík, þetta fer mjög vel saman. Ég hef frítíma, ég er ekki alltaf í kartöflum yfir vetrartímann. Þannig að þá nýti ég tímann og er í kjallaranum, þar er ég með aðstöðu, rennibekk og leirbrennsluofn og mjög góð aðstöðu. Og ég reyni alltaf ef ég er að gera eitthvað verk, þá reyni ég alltaf að byrja á kannski einhverju sögu og get ég útbúið eitthvað út frá því. Ég til dæmis gerir verk í sambandi við álfa, það voru þjóðsögur hér í gamla daga álfa, hér byggju álfar, þannig að ég gerir svoleiðisverk. Og svo vinn ég verk úr svona grófa svörtum leir með ostaskera. Ostaskera, það er svolítið óvenjulegt. Já, ég er ein í heiminum sem gerir þetta svona, það er enginn að gera þetta svona nema ég. Hvernig datt þér það í hug? Ég var á fyrirlestri og það verið að varpa upp á tjald verkum af svona stórum vösum og ég svo það var svona meters hái vasar og það var alveg eins og þeir hengu niður úr hillunni sem sagt fyrir ofan. Þannig að ég datt bara alveg út í sambandi við þennan fyrirlestur og fór bara að spá í hvernig gæti ég gert svona sem væri hangandi. Og ég setjast hér svona leðurblökur þegar þetta er í vinnslu því að stundum þá það er svolítið erfitt að gera þetta eftir því sem að verkin eru lengri eða hærri, þá er meiri hætta á þetta bara hrynji í gólfið. Þannig að þetta er svona svolítið leyni aðferð sem ég hef þróað. Þannig að þetta er mjög gaman. En talandi að vera í leyni, hvernig er að vera hérna á þessum stað, svona varandi að þetta er gallerí og það er kannski ekki allir sem keyra í gegnum Þykkvabæ. Hvernig er það? Það spyrst út. Bara eins og þú bara fréttir af mér á Hellu og það eru kvenfélög og það bara hringt í eitthvað, er eitthvað að sjá hérna og ég fæ hópa og það er mjög gaman. Hvernig finnst þér nú, byrjum bara hérna við hliðina, hvernig er svona að vera í þessu umhverfi? Það er mjög fínt, það er best að vera í Þykkvabænum. Ég segi alltaf að þetta er gömul klísja hjá mér, það er hátt til lofts og vítt veggi í Þykkvabænum. Hvernig sér þið framtíðina í þessu? Bara svona áfram eins og hún er, svona róleg, á rólegu nótunum og þetta er
svona voða gott, bara þægilegt að vinna þetta með á með ég í kartöflunum. Svo veit ég ekki, ég hætti því, þá kannski helli ég með meira kafi í þetta. Sérðu það fyrir þér? Hætta í kartöflum? Já. Það kemur að því, maður eldist. Ég hlakka til að fylgjast með þessu. Takk hérlega fyrir að segja okkur frá þessu. Takk bara fyrir komuna, gaman að fá ykkur.